velkomin á þessa dagskrá. Ég var svolítið úrhess í morgun þegar ég áttaði mig á því að handboltinn væri klukkan 2. Það með mig að það verður þessum að sjá okkur. En ég sé að það viss skálmættisins hefur nú sett þetta upp með þessum hætti vegna þess að meira þolum við ekki en það sem er hérna inni. Við eigum 100 stóla og þeir eru settir og svo erum við með 3 stóla fyrir þá sem eru minni háttar í vextinum og erum búin að tróða þeim hérna inn á milli. En ég held að það þýði ekkert annan að byrja. Ég þegar vona að þetta sé bara þannig að það sé bara yfirfullt og síðan ekki meira. Þannig, það eru 3 sæti, já, flott, þá bara hérna þeir sem standa, komið bara hérna inn og komið bara og setjast hérna niður. Það er fólk sem stendur hérna frá. En ég vil byrja því að segja það að eins og þið vitið, þá erum við hér í Safnahúsi og Safnheimum að markmið okkar er að miðla menningararf Vestmannaeyja á sem víðasta hátt og með þessum margvíslegum hætti. Og það er auðvitað oft tilefni mikillar gleði og mikillar hamingju, stóra sigra, en auðvitað líka eru það áföll, stóri viðburðir sem verða og við munum fjalla fyrsta lagi Spíramálið sem kom upp á þjóðhátíð 43 og Ragnar Jónsson læknir frá hérna Látrum mun fjalla það og síðan mun Ragnar Óskarsson kennari, hann mun tala fyrir Sifjarslys og ég ætla bara að vinda með í þetta allt saman. Það er kaffi, borðið við tókum sem ekki kaffi frá ykkur, við bara færðum það hérna inn og það er kaffi hérna á bókstólum bara leið og þessari dagskrá líka. En Ragnar Jónsson, ég byrði bara á koma, þú ert bara hérna, koma hér og svo. Takk að við. Þetta sem ég er að tala er ekki gleðiatburður. Þetta er eiginlega sorgarefni og þetta er saga af tunnu sem hans var reki í Þríkambadýpi. Heyrir ekki alveg í mig. Mér líkur látt frá. Þetta er frásögn af atburðum sem gerast eftir að þessi tunna er komin í land og innihald tunnunnar dreifist illu heilli og er svo neitt á þjóðhátíð Vestmannaeyinga þetta ár. Þetta er einnig saga sorgarviðbrögð og hvernig bæjarbúar brugðust við þessum hörmungum sem skuttu á þeim. Þetta er náttúrulega merkilegt að ég er að verða gamall að maður fer að skoða söguna og stúsast í að skoða gamlar heimildir og gamlar sögur. Og ég hef í nokkur ár safnað heimildum þennan atburð og tekið með viðtöl við fólk sem var enn svo mann þessan svona nokkur veginn og hef lært af þeim frásögnum. Þetta hefst þannig: Pabbi, Jón Lóðs og Stebbi Pól eru að fá sér kaffi á skrifstofu á Látrum. Þeir tala í hálfu hljóðum sem er mjög óvenjulegt fyrir þessi 2 menn sem láta mjög hátt rómur. Og ég heyri svona að það er verið að tala eitthvað sem á ekki að tala hátt tala eitur, þjóðhátíð, fólk sem dó og það nefnt nöfn sem ég kannast ekkert við og þeir tala þetta í hálfu hljóðum. Þegar Stebbi Pól er farinn, en hann var heimilisvinur, hann var bróðir ömmu minnar, þá spyr ég mömmu hvað þetta hafi verið sem voru að tala Henni finnst greinilega óþægilegt að tala þetta og sussa svona að það hafi verið eiturinn sem kom upp á þjóðhátíðinni fyrir löngu síðan og fólk hafi dáið og hafa einn orðið blindur. Ég er 8 ára gamall þegar þetta á sér stað, 1960. Það eru liðin 20 ára frá því að atburðurinn gerðist. Og það er ennþá talað þetta í hálfum hljóðum. Og
Þessi viðbrögð voru ekkert einsdæmi. Þetta var almennt ekki talað þennan atburð mjög lengi og það var hvíslað málið mörgum árum síðar. Það er ekki fyrr en eftir marga áratugi að það ræða þetta og spyrja spurningar sem hafa verið vaknað, en þá voru bara ekki margir eftir til að svara þetta. Þjóðhátíðin var haldin af Þór á þessum tíma og hún var undirbúin eins og venja var, þrátt fyrir síðari heimsstyrjöldina sem geisaði með stríðsátökum víða veröld og það hafði áhrif á Vestmannaeyjar eins og allt Ísland og mörg lönd önnur og Bretar settu upp herbúðir í Stórhöfða og víðar í eyjum og síðasti bragginn í Höfðum fauk út á sjó hefur ekki sést síðan 1991 í vondu veðri. En Vestmannaeyingar létu ekki þetta stríðsbrölt Breta og annarra hafa áhrif á sig og undirbjuggu þjóðhátíðina eins og venjulega. En það er ekki fyrir 73 sem það er komið í þjóðhátíðalagið þrátt fyrir böl og alveg stríð verður haldin þjóðhátíð. En það er á aðra rætur. Nú, þjóðhátíðin, þessi hátíð fengitímans eins og einn skáldið hefur kallað Bragi Kormákur Bragason. Hún hafði verið haldin frá 1874 og var alltaf tilhlökkunarefni og fór fram þetta ár með hefðbundnu sniði og var haldin 7. til 8. ágúst. Og þessi hátíðahöld fór nú annan veg en búist var við því að þetta endaði með miklum hörmungum og manns láti, 9 manns dóu og það er þennan atburð sem ég ætla að fjalla frá nokkrum hornum. Gleðihátíð sem breytist í sorgaratburð og ég talaði tréspírann, hvernig hann virkar og hvernig hann dreifðist og hvernig þetta hafði áhrif á fólk. Upphaf þessara hörmunga er í Þrídrambadýpi, vestur á eyjum, þar sem ryðguð tunna velkist víðan sjá. Allsett þörf var reyðlega lengi í sjó. Og skömmu fyrir þjóðhátíð 24. júlí þá fór Stax á Foss í róður frá Vestmannaeyjum og þeir fóru vestur að Þrídröngum. 3 manna var á bátnum, Ólafur Davíðsson, Guðni Hjörtur Guðnason og Halldór Halldórsson. Þeir finna þessa tunnu 1,5 til 2 mílur vestur að Þrídröngum og taka hann borð, taka sponsinu úr og finna það er vínlykt, en þeir smakka ekki af innihaldinu. Þeir vita sem að þetta getur verið eitthvað börokkur drykkur, eða veit eiginlega ekki hvað efni þetta er. Þeir fara með efni tunnu í land og koma henni fyrir í Geirseyri og fara með heldur laumulega með þetta. Síðan líða 2-3 dagar og þeir hittast svo og það ákveði að skipta innihaldinu milli þessar 2 manna og þeir hella á plast, á brúsa og flöskur og hver fyrir sig færi 50 lítra af efninu. Einn þeirra Halldór var svo á sjó og kom ekkert nálægt þessu meira, en hinir halda áfram og skoða innihaldið. Þeir taka sýnisókn á flösku og fara með til Jóhannesar Sigurðsson lyfsala og biðja hann að rannsaka hennar vökva, hvort hann sé eitraður hvað þetta sé, hvort sem tréspýri eða ekki. Og var flaskan skilin eftir hjá lyfsalanum og þegar aðra var gætt eftir 1-2 daga þá sagðist hann ekki geta sagt þetta. Hann vissi ekki hvað vökva þetta væri. En það er alveg óljóst hvort að þetta svar barst til þeirra sem höfðu vökvann undir höndum. Ég er ekki á vakt. Og 2 dögum fyrir þjóðhátíð þá liggur ennþá ekki fyrir hvort þetta sé öruggt að þessi tréspýri er ekki. Svo að Hjörtur kemur við í söluturtunum í Strandveg
sem að Þorlákur Sverrisson kaupmaður rak. Þorlákur eða Láki þótti frekar vínhefur og hafði vit á þessum drykk og þeir Hjörtur spyr Þorlák hvort hann geti greint hvað efnið það sé í flöskunni og taldi Þorlák það ekki óhugsandi og smakkar á og ber saman við aðra flösku sem hann var með sem var með tréspýrar og sagði að þetta var allt öðruvísi bragð og svona lykt og þetta væri örugglega allt í lagi. Það var samt sem áður ákveðið að biðja Þorlák sem var í einhverjum tengslum við lækninn á staðnum sem var Ólafur Lárusson héraðslæknir og var átt að biðja hann að greina þetta. Nú, ekki kom neitt svar frá lækninum því að hann sem aldrei fengi að vita neitt þetta og þetta fyrir aftur til Þorláks síðar saman dag og þá var Þorlákur hreifur af víni og hafði drukkið úr flöskunni sem að Hjörtur kom með, spíraflöskunni og var ekkert meitt af. Svo þetta ántalið bara í góðu standi. Nú, lík Þorláks fannst hins vegar á mánudaginn eftir þjóðhátíð og hafði þá verið dáinn í minnsta kosti 2 daga og það er talið fullvíst að hann að dái úr þessari eitrun. Nú, með þetta í farteskinu að þetta hafi verið drukkið og einn áhrif á þann sem drakk að því að tekur vissu þá er ákveðið að þessi var í lagi, þessi grandalaust og þjóðhátíðin rennur upp föstudaginn 7. ágúst 1943 þá flykkjast eyjamenn í dalinn og Hjörtur tekur með sér einhverja flöskur af spýrunum sem búið var að þynna og meðan annars veitt í tjaldi Jóns Gestssonar skrifstjóra og eru nokkrir pelar tæmdir þar. Síðan gengur í svona vont veður og austan rok og rigning og það verður lítið hátíðahöld aðfaranótt laugardagsins þegar þess að tjöld fara að fjúka. Þetta var sennilega orðið til þess að færri drukku spýran eftir ella, þetta orðið. Nú þeir á leiðinni heim frá dalnum heiti Hjörtur Odd Sigurðsson frá Skuld sem var bróðir Jónasar pappa Sigurgeirs, ljósmyndara og Oddur tekur eitthvað innanborðs að þessum vökva en líður ekki vel að þú hellir flöskunni úr flöskunni daginn eftir sem hann hafi drukkið af. Nú, Jónas var veikur, hann drakk af spýrunum og hann lagði inn á sjúkrahúsið mjög kvalinn en það fylgdi þessu mikla innvortistökur og miklu kviðverkir eitruninni. Jónas jafnaði sig hins vegar en sagan segir að hárið hafi orðið hvítt sem að Sigurgeir kannast ekki við að það er svo en það var margar svona sögur myndast. Nú Hjörtur hélt áfram að drekka spýran og drakk talsvert magn og var með greinilega eftir á að hyggja greinilega einkenni tréspýru eitrunar en jafnaði sig. Jón Gestsson skrifstjóri sem var veitt í tjaldi hans og Andrés bróðir hans bruggu af þessu spýra og einnig Árinni Guðjónsdóttir frá Sandfelli. Þeir voru að fram með til nóttu, aðfarnótt laugardagsins. Andrés fékk eitrunareinkenni og var blindur og alltaf kallar Andrés blindi eftir það enda uppnefnum við þessum engar alla sem hægt er uppnefna og hann var mjög veikur en jafnaði sig á öðru leyti því hann var blindur. Jón Gestsson dó aðfaranótt 10. ágúst. Hans bróðir hans dó úr eitruninni. Það var hann með fótboltaleikur í Botni
og þar voru margir sem fengu snaps en hafa sennilega ekki drukkið mikið magn. Tveir aðkomumenn frá Eyrarbakka voru drukkað spjörum og samtímis vín úr ríkinu, eða venjulegt vín. Annað þeirra veiktist fyrir sjóntruflanir og máttkarinn, en félagi hans veiktist ekki. Þeir fengu báðir ekki stóra skammta. En fótboltaleikurinn var haldinn á Reykjavík og fer engum sögum af mikil drykkju þar. Ef maður reynir að rekja hvernig þetta dreifðist, þá eru 150 lítrar sem fara frá tunnunni og heim og hver sig hafði 50 lítra og það er mjög misjafnt hversu mikið magn menn drukku sem veiktust eða dóu. Það er allt upp í niður í 300-400 sem það var mönnum að aldartila, svo eru menn sem drukku upp í 800, upp í lítir og lifðu af, en urðu veikir en lifðu af. Og þetta byggir sjálfsagt á því hvort þeir hafa drukkið venjulegt vín með eða ekki, eins og ég skýr út af hverju upp og eftir. Tréspýri heitir metanól og venjulegt áfengi er etanól. Það er mjög líkt efni, lík lykt, glært og svipað bragð. Það er fyrstu áhrifina ef þú drekkur metanól eru mjög svipað eins og að drekka áfengi. Sljóleiki, skert samhængdreifingar, uppköst og kviðverki ef þú drekkur mikið. Eituráhrifin geta komið fram eftir mjög lítið magn og jafnvel til dauða til 100 millilitrar. Það er mjög misjafnt hvað menn þola. Og þegar þú drekkur tréspýra þá er bæði eitrun af efninu sjálfu og svo af þeim efnum sem metanólið brotnar í líkamanum. Og það er hvatar eða ensím eða efni í líkamanum sem sjáum efnahvörf í líkamanum. Og það er sami hvatinn sem brýtur niður etanól í saklaus efni, vatn og koltvíoxíð. En metanólið, það brotnar niður í maurasýru og formalín sem er ægilegt eitur fyrir líkamann. Og formalín og maurasýra breyta sýrustiginu í líkamannum þannig að þetta er allt í rugling og nýrun bila og þetta eru víðtæk áhrif og þessu virkja miklu verkir því að maurasýran hefur þau áhrif að görnin hálf brennur. En hvernig stendur á þessum tréspýra? Af hverju er þessi tunna á reiki þarna? Af hverju finnst hún? Jú, tréspýri hafa verið notað sem leysiefni til þess að hreinsa fitu og er notað á kompása í bátum og skipum. Það var líka notað í framleiðslu á sellulósa í skotfæragerð og þetta er 43 og það er skip sem að skipalestir fara við Ísland á leið sér til Evrópu eða til Sovjet og það er líklegt að tunnan hafi komið úr einhverju skipi sem er farist eða mist farmúl. Hún hafði allavega verið lengi í sjó og þetta er líklegasta skýringin. Mánudaginn eftir þjóðhátíð þá fyrir að krisast bæinn að eitthvað hefur gerst í þjóðhátíðinni. Eitthvað hefur gerst sem það leitt til veikinda og hefur dauða fólks. Bárust böndin brjótt að reka spýrunum og lýsir Ólafur Lárusson læknir í Læknablaðinu 43 að upp úr hátíð á sunnudegi hafi tilkvæmt fjölgað og voru nokkrir tugir sem voru veikir út í bæ en 20 voru lagðir inn á spítalann. Og hann segir líka frá því að margir hafi ekki viljað
viðurkenna að þeir hafi drukkið spíran þó þeir væru veikir og hann segir: vildu þeir sem minnst vekja hræðslu og kvíða aðstandenda og engum var að þessu upphefð svo þeir reynda að bera sig karlmannlega. Þess að það eru miklu fleiri sem þau veiktust heldur sem eru skráðir. Og þetta það stórt dæmi að 9 manns sem deyja og 1 sem verður blindur. Ef maður reiknar þetta upp og með mannfjöldi í Reykjavík á sama tíma, sambærileg tala í Reykjavík hefur orðið 125. Þannig að þetta mannskæðasta eitrun í sögu Íslands sem ég þekki að böra. Menn deyja hann á mánudag og þriðjudag og svo síðasti sem deyr miðvikudaginn 11. ágúst. Það skipstjóri bátsins sem að fann tunnuna. Sagan segir að þegar hann gert sig grein fyrir hvað hafi gerst, að þá hafði hann tekið þá ákvörðun að taka forlögin í sína eigin hendur og notaði tréspíran til þess. Það til frásagnir frá sama tíma meðan hans hefur Kristjana Ólafsdóttir skóla 122, hún hefur handskrifað frásögn sem lýsir andrúmsloftinu, blíða, gott veður og síðan hörmungar sem ganga yfir og greinilega haft mikil áhrif á alla. Ég hef talað við marga sem hafa munað þennan atburð og þeir hafa margir nefnt að það hefur heyrst mikil kvala og fólki hafa greinilega liðið mikla kvalir sem lá inn á sjúkrahúsinu og það heyrðist alveg niður í bæ og upp á Hvítingaveg. Og ég hef rætt við einn sem var unglingur að vinna við að mála spítalann. Á mánudaginn eftir þjóðhátíð mæta þeir til vinnu, en það var það mikil kvala og ónæmi eða kalla það, að þeir voru sendir heim. Það eins og það ekki hægt að verkjastilla á þeim tíma þessar miklu verki. Nú það verður ljósara að þetta tréspíraeitrun sem að gera þetta að verkum að fólk hefur eitrunengin og dáið. Og þetta fjallað í blöðum strax eftir þjóðhátíð og sumir grípa bara fréttina. Morgunblaðið lýsir bara þessum hörmulegu tíðindum að 8 manns, sá síðasti var ekki dáið þá, það var dáið af áfengiseitrun. Það var ekki ljóst á þeim tíma að það var tréspíri. Skutull er blað á Ísafirði sem að vil aftur ná í bannárin út af þessu og í skutli 23. ágúst 43 sem nú svo nokkur eftir þetta segir. Ástandið því miður orðið þannig hjá þjóðinni í öllum landsfjórðungum að allt sem áfengistefur af svolgrað með viðgæslulaust eins og sárfyrstu maður að dauðarkomin myndi grípa við svaðaleiknum. Og í þessu blaði mikil áfengistörf Vestmannaeyinga gerði góð skil en á mjög óviðurkvæmilegan hátt. Þjóðviljinn lýsir þessu líka mjög hlutlaust bara það sem hræðilegur atburður og það hefur leitt í för með sér þessa hræðilegu atburði. Eins og ég sagði upp að þá var almennt ekki mikið talað þetta nema fyrst í stað og ég veit til þess að hjá þeim vinum mínum var bannað að tengist þessu máli og það var bannað að nefna þetta mál á þeirra heimili.
á mánudeginum og þriðjudeginum og safnaðist fólk saman, var talað í hálfum hljóðum niður í bæ eða undir húsvegg og allir voru svona fullir óhug á því sem gerst hafði. Síðan virðist ekki það að verið rætt þetta mjög lengi. Þetta lá svo í dróma og þegar ég talaði fólki sem að man frá þessum tíma, þá allir sammála það að það tíðkast ekki að ræða þetta mjög mikið. Og einn af þeim sem ég talaði við segir maður var að hlusta á fullorðna fólkið. Það var tunna sem hafði rekið með einhverjum óþverra eða spýra og tekið í land og byrjaði að selja þetta. Og það var mikil sorg í loftinu, maður fann þetta sem krakki, en það fór mjög fljótt. Það lá í loftinu einhvers konar skömm og sorg og þetta blandaðist saman og kom út í þagnargildi. Hluttekningi lá í þessu, þetta var svona þegjandi aðstoð. Það voru eiginlega engin orð til yfir þetta, það var ekki hægt að koma á svona hörmungum í orð. Og ein kona, þetta var karlmaður sem sagði þessu, ein kona sem ég ræddi við sagði ég leiti þetta voða mikið hjá mér, þetta er ekki hlutur sem ég hef áhuga á og ég er ekki að skipta mér að því sem ég kemur ekki við. Það verður náttúrulega ekki fullyrt hvað veldur því að þetta var reynt að bara leggja lokið á og þegja og öll umræða var talin óþörf, tilgangslaus eða bara til þess verra. Það getur vel verið einhverju að fundið til sektarkenndar að slíkt hafi gerst hjá þeim fyrir að tjaldi eða fyrir að tekið þátt í að drekka þetta en sloppið. Kannski er einhvers konar samviskubit eða skömm taka niður af umræðu. Þetta er eins og það þekkt í sjávarbyggðum bæði hérlendis og í Noregi, Færeyjum og víðar. Það er menn sem lenda í sjávarháska, sjómenn, að þeir voru hvattir til að gefa hugsanlegum eftirköstum af því að nú er því það sem heitir áfallastreita eða áfallastreituröskun en hún var ekki til á þessum tíma. Þeim var bent á að fara sem fyrst á sjóinn aftur og það virðist að vera gert hér. Þessi nálgun svona var almenn og hún var staðfest af þeim sem ég talaði við að það var svona og ég veit ekki hvort það er betra að þegja eða tala þetta, það skipta skoðanir um það en það fer ekki miklu sögum varanlegan andlegan heilsubrest eiginmanna þrátt fyrir þessi verulegu upprunalegu viðbrögð. Eftir að þetta var garð gengið, það fór fram lögreglurannsókn á þessum máli og þetta fór fyrir Hæstarétt. Það voru þrír menn einstaklingar ákærðir og fyrir brot á hegningarlögum og áfengislögum. Einn var sýknaður, 2 voru dæmdir og annar í 12 mánaða fangelsi og hinn í 6 mánuði. Eftir þetta fer ekki miklu sögum, þetta hefur afplánu sem dóm og virðist ekki að fara miklu sögum af þessu. Ég hef ekki meira þetta að segja, en þakka þessum fyrir aðstólina, Sigurgeir og Óla Grens og Sigurgeir Andersinni. Það vantar Sigurgeir þarna, þá farðu þú bara sérstaklega þakkir. Hann er það. Svo meina, það er ekki Lífsrætti vistist nýtt til það. Og Halldór Ingi líka. Þessi bræður þarna eru ég og Guðjón bróðir og við erum á leiðinni í Dalinn við stríðaðir. Þetta er líklega 56 eða 7 og þá var ekki rætt þetta. Ég þakka fyrir. Þakki fyrir þetta. Við höfum tíma til þess að spjalla saman eftir að Ragnar Óskarsson klárar, en ég ætla að opna fyrir nokkra spurningar núna. Gæti þetta gerst í dag? Já. Að fólk gæti í misgripum eða eitthvað, þú veist?
Það er þá sem neysla á landa, þess að við komið inn í staðinni landa. Það sem að segja ótrúknir. Svo var líka komið veitunartilfelli seinna, það var trésbýri sem var í rakspýra. Menn en rakspýrunum græn, stúknum öðrum meira á kvöldspilum. Drukku hann og fengu áverka á sjóndauðina, þau voru blindir. Væru til að tala í hljóðnum? Já. Þannig að þetta gæti gerst aftur, til dæmis getur landasölu sem tilfellega algeng. Það fara óbrotnir aðalar og trésbýri er mjög ódýr og þetta flytja hann inn fyrir lítið, eða smíkla hann inn fyrir lítið pening. Og hún blanda saman við önnur efni líka. Og þetta getur alveg gerst aftur. Götur útilíkjararnir í Svíþjóð, þeir vita alveg þetta meðferðin við trésbýra. Þeir koma inn á slysdeildina og setja út handlegginn og segja ég har druckit träsprit, jag måste ha en spruta i armen. Þeir vita það að meðferðin að gefa etanól við trésbýran. Ég er búin að læra á þetta. Er þetta sérstaklega aðeinsla að búa til trésbýra? Eða hefur þetta til fyrir smiskinn? Nei, þetta ekki, en það var mjög auðvelt að framlega og í miklu magni og kosta lítið pening. Var sem sagt minni áhrif á líkamann ef að viðkomandi drakk trésbýran með áfengi úr ríkinu? Ef þú drekkur trésbýra og áfengi samtímis, þá er sami hvatinn sem brýtur niður trésbýra og etanól, venjulegt áfengi. En á meðan að etanól er í blóðinu, þá kemst trésbýrin ekki að og þú pissar honum út, hann brotnar ekki niður. Þegar áfengi klárast, þá fer metanólið að brotna niður í eitruð efni. En trésbýrin hefur líka bein eitrunaráhrif, ekki bara niðurbrotsefni. Döfrættur. Það er að vera alltaf mjúkur. Það er ekki neitt.